On. Já. Komið sæl. Ég stefni ykkur hérna á gönguleið í Hrísey og ætla að fara hérna með ykkur aðeins hérna uppeftir og segja ykkur frá fuglalífinu. Það var kannski ágætt að byrja hérna á rjúpunni, en Hrísey er mjög þekkt fyrir rjúpu og skjaldarmerki eyjarinnar til dæmis rjúpa. Og á þessum tíma rjúpan yfirleitt farin, hún niður í þorpinu yfir veturinn, yfirleitt farin og upp á ey til þess að verpa, komin í feluleitina og lætur sig hverfa, erfitt að finna hana á þeim tíma. En hérna í eyjunni verpa 40 tegundir af fugli og tíma var hér eitt stærsta kríuvarp í Evrópu og í heiminum, sagði nú sumir. Það ber mikið öllu saman um það. En gífurlega mikið kríuvarp hérna og einnig æðarvarp. Svo verpir hér mikið af mófugli líka. En við skulum ganga bara hérna aðeins áfram og bara njóta þess að hlusta á fuglana og svona, og svo stoppum við aftur hérna í næsta skilti og förum yfir það. Eins og við sjáum hérna á göngustíðan ekki komið vel undan vetrinu. Þetta sem sagt eitthvað sem gerist á hverju vori. Hérna þarf að bera ofan í og vinna stígana betur. Hérna í Hrísey eru 3 merktar gönguleiðir, það er 3 vegalengdir. Og þær eru merktar með upplýsingaskiltum, bæði um fugla og jarðfræði og fleiri upplýsingum á bæði íslensku og ensku. Og það er mikið að fólk gangi hérna og njóti náttúrunnar. Þessi leið sem sagt liggur upp hérna í 2 gönguleiðir. Það skiptast svo hérna aðeins ofar, en lengsta gönguleiðin er hérna miklu norðan. Eins og við sjáum hérna, það var búið að planta gríðarlega mikið af trjám. Það var svona misjafnt eftir tegundum hvernig þau þrífast. Þarna sjáum við rjúpu. Eða sjáum hann ekki, hún er nánast alveg, fellur eiginlega alveg inn í umhverfið. Það er mjög algengt að rjúpan verpi hérna í móunum. Það er mjög erfitt að finna hreiðrið þeirra vegna þess að það falla svona vel inn í. Og einnig sniðugt að þegar maður er að ganga hérna yfir verktímanna þá er karrinn hérna í stóru radíusi kringu hreiðrið að reyna að villa fyrir manni. Og svona, reyna svona að draga athygli manns frá hreiðrinu og lætur mann elta sig svona svo maður sé ekki fara að vesenast í hreiðrinu hjá hann. Ef við snúum okkur aðeins hérna við og lítum hérna niður eftir, þá sjáum við tjörn þarna. Þessi tjörn er manngerð, en við hana er búið að koma fuglaskoðunarhúsi og við þessi tjörn er hægt að sjá margar andartegundir og fleiri fugla. Og það er mjög skemmtilegt að fara hérna og skoða og dvelja hérna stund og fylgjast með fuglalífinu. En við skulum halda bara hérna áfram aðeins. Rjúpan er hérna greinilega. Ógreinilega. Já, ógreinilega. Þetta
eitthvað að sjá sig. Hérna erum við komin upp að svokölluðu háborði. Þetta er semst hérna upp á háeyjunni. Hérna er áningarstaður og gott að slaka hérna á og hvíla sig eftir gönguna. Og hérna skiptast gönguleiðirnar. Hérna fer maður í lengri hring sem liggur hérna niður með hömrunum hérna fyrir neðan. En þessi liggur bara hérna í gegnum móana áfram. Kemur niður hérna austast í byggðinni. En